gestir, gleðilegt sumar og verið hjartanlega velkomin hérna á opnleika Karlakórsins Jökulsins í Hafnarkirkju. Mér telst til að þetta séu 47. nokkurn veginn tónleika kórsins. Við erum 50 ára á þessu ári en COVID það setti smá strik í starfi hjá okkur þannig að við þurfum að sleppa nokkur. En Karlakórsins stendur á tímamótum og þetta er þess að 50. starfsárið og hann var formulega stofnaður í júnibyrjun árið 1973. Fyrsta stjórn kórsins var skipuð 3 mönnum, þeim Benedikt Stefánsssyni, bónda á Hvalnesi í Lóni, Kristjáni Gústafssyni og Hermanni Hansssyni. Og Hermann er með okkur hér í dag, ekki syngjandi þó, ég hefði alveg viljað hafa hann hérna með okkur syngjandi, og okkur langar að veita honum smá þakklætisvoð fyrir hans störf fyrir kórinn á fyrstu starfsárum kórsins. Hermann, gjör svo vel, komdu. Ég veit hvað þetta til að Benedikt á Hvalnesi skrifaði mér handskrifa sendibréf með ávarformanum. Ég vélritaði það upp, sendi til prentsmiðjunnar Eddu í Reykjavík. Það var miðjan apríl og svo fengum og ég sé að í bréfi sem ég á afritað sem ég skrifaði að það var miðan 500 eintök. Samsöngurinn var, ég held að hann hafi verið 1. maí í Sindrabæ. En nú ætlum ég ekki að hefði fyrir lengur. Það er bæra með söngskrána. Ég ætla að bæra með söngskrána. Takk er kærlega. Og kjálfsögur. Takk fyrir kjálfsögur. Guðjón og Slóðan.
að á henni séu tveir sem eru í kórnum núna, sem eru að syngja hérna núna. Það er annars verðum Brói og Einar Kristjánsson. Það er vel við hæfi og þetta var nú Hermanni kærlega fyrir og það er vel við hæfi að Hermann minnist á hann Einar. Því að við viljum akkurat fá að afhenda honum hérna hindómöndi sem við erum með hérna hendi. Komdur Einar minn. Hann er sá eini sem er af þeim frumkvöðlum sem að hérna sem er síðan þetta með okkur dag sem að stopp aðalega fólkins. Gjörðsvöld Hermann minn. Nei, Ég bara þakka kærlega fyrir mig, en ég þarf að koma þessu í geymslu ef ég ekki bara að syngja. Nei, þetta er allt, það er búið að preppa þetta allt saman, þetta er eitthvað vatn. En hvað á ég að halda á sem ég að syngja? Nokkur hefur líka hérna lofnast fleiri gjafir, það er blómvendir, það er bóknum sjálfur sem það. Hefur þetta bara hérna, svona. En við fáum hérna kveðju frá félögum okkar hérna í Hveragerði. En hér kemur hérna kort, innilegur Karlakóri Jökull, innilegar heilla og hamingju óskir með 50 ára afmæli góðsins. Megi hljómar ykkar berast sem víðast, ókomna áratugir, kær, söngkveðja og heilla óskir frá vinum ykkar í Karlakóri Hveragerði. Það er Heimir Örn Heiðarsson. Ég er voðalega gaman að ganga. Ég hef ekkert gaman að ganga fjöll, en ég er voðalega gaman að ganga á malbyggi og svona sléttum stígum. Og í göngu minni í óstandinu morgun myndi vorið og sumarið heldur betur á sig. Hirðin allt kring og ekkert heyrðist nema hljómurinn í útafsöldunni og söngurinn í fuglunum sem nú standa speltir á hrúgum og steinum og keppast að syngja sem fagra söng, hver í kappi hvort með annan og reyna að yfirgnæfa félagann, ekki yfirgefa, þetta yfirgnæfa. En þeir kunna sem ekkert að syngja í kór. En við í Jöklarnir, við erum svo heppnir að hafa hér í 50 ár alltaf ætíð verið fagmennska í fyrirrúmi hjá okkar góða fólki sem hefur staðið með kórnum og leitt okkar áfram. Og því kynni ég með stolt í undarleikarinn okkar Hanna Guðlaugu Hersnes sem hefur starfað með okkur síðan 1974. Hún er á næstu 50 ára staðsamlega eins og Einar, en það er næst ári, þannig að við býðum spennt eftir því. Guðlaugu Hersnes, Guðlaugu. Stjórnandar okkar Jóhann Moravec sem hefur stjórnað okkur síðan 1992. Svo hefur hann byrjaði aðeins fyrr þegar hann Nonni var hérna og í minningunni sem, sko, að því að ég er á sama aldri á kórinn og þá er ég búinn að alast upp hérna með honum alltaf þessa tíð og þykja þvílíku köku hlaðborðið hérna þegar æfingar voru hér á mánudögum, þegar öræfingar og lónmenn komu og það þýtti ekkert annað en að hafa almennilega veitingar í hléi þegar menn voru hér komið langt að. Þannig að maður hóstutti það að fá hérna köku hlaðborð á mánudagskvöldi og ég kunni alla texta þegar ég var bara 5 ára eða 6 ára en það skemmtilegasta þegar maður upplifði sem krakki var það var að horfa á Nonna að vera að stjórna því maður beið allt eftir að hann færi alveg á flug því að maður aldrei veit að hann var á flug. Jóhann tók við honum 1992 og hefur stjórnað okkur síðan. Flóriði. Núna ætlum við að syngja. Ljóðabókina kemur út eftir ár. En ég ætla að lesa hérna eina vísu áður en hann heldur áfram. Og hún er svona. Virðið sem nú sé vorið mætt. Vakkar í beðið rós. Því fagni gjörvöld Adam sæl. Þar til annað kemur í ljós. Við hófum tónleikana okkar allt eins og bara undanfæri í það mörg ár á laginu Hornifjörður eftir Egil Jónsson og það var Stefán
Stefánsson. En næst flytjum við lagið Fjalladraumur sem eftir stórtenor Hlyn Snæ Theodórsson sem af Suðurlandinu við texta Grétars Haraldssonar í útsetningu eftir Atla Heimil Sveinssonar. Gjörið svo vel. eftir Jón Jónsson frá Hvanná, Viljón skáldsins Davíð Stefánssonar og útsetningarna gerði Karl Billy. Nú, við höfum svolítið verið að velta fyrir okkur félagarnir hver þessi Katarína var. Hvort hún var ekki bara yfirhöfð ekki til. Að þessi sveinhugi, rómantíska stóri mikla Davíð hafi kannski bara búið hana til. Því en ekki hægst. Katarína var til. Frá því greint í ferðarþætti, þetta var ítalið ferð sem að Davíð fór í að ávirkja Ríkharðs Jónssonar, hljómsveitara. Þetta var 1920 og þeir fóru til Capri. Þar hitti Davíð eina fólkunarfæðara ítalska smáni. Sagan segir að hann hafi dansað við hennar Tarantella, síðan sett hann sér á kné og kveði ljóðið að mættað munni fram. Svo hafa kysst hana, en ekki endilega þessari röð. En samsamt, Katarína. Katarina,
skáldið Don Williams samdi lag sem heitir Lay Down Beside Me og Kenny Rogers söng fyrst inn árið 1977. Lagið rataði svo á plötu Björgvins Halldórssonar, okkar eigin Bón, árið síðar og heitir það Ég syng fyrir þig. Það er sem rata á plötunni Ég syng fyrir þig með íslensku texta eftir Jón Sigurðsson bankamann og þar í þessari íslensku útgáfu heitir lagið Ég fann þig. Lagið hefur síðan verið sungið í mörgum útgáfum og hér er það í Karlakór útgáfu. Óljóst er hver sá útsetningu en Jóhann tók útsetningar frá hinum þessum og steikti saman fyrir okkur. Ég fann þig. syngjum við lag sem að á íslensku heitir Galdramenn. Galdramenn. Það er eftir mannanafni Stan Jones.
Þetta lag heitir upprunalega Ghost Riders in the Sky og er byggt á amerískri draugasögu sem Stan þessi, sem var landvörður í Dauðadal í Bandaríkjunum, að hann heyrði þetta á barnsaldri og samdi þennan texta og flutti það uppalega með félögum sínum sem að svörluðu sig The Death Valley Rangers, landvörðundir í Dauðadal. En í íslensku útgáfunni heitir þetta Skuggadalur og er engum minna draugalegt, ég get lofað ykkur. Þetta var síðan sungið í bíómynd sem að hét Riders in the Sky og þar var stjarnan engin annar heldur Gene Autry. Þessi fólk sem á mínum aldri og eldra kannast við það og næsta kúrikastjarnan bara með Hliðin og Roy Rogers. Og það leika sjálfan sig, kannski eins og öðrum bíómyndum. En sem sagt, við syngjum fyrir ykkur hérna lagið Galdra-Gvendur við íslenskan texta Sigfúsar Kristjánssonar og hér í útsetningu Vilbergs Viggóssonar. Galdra-Gvendur. Yippee-yi-yo.
nafni minn, komdu nú og kroppaðu með mér krummi nafni minn. Krummi blókar lala, 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 jeppa lala, lala, rikk og gæru lala, lala, og kroppaðu með mér krummi nafni minn. Komdu nú og kroppaðu með mér krummi nafni minn. Komdu nú og kroppaðu með mér krummi nafni minn. Komdu nú og kroppaðu með mér krummi nafni minn. Næsta lag eftir Þjóðverjann G. Winkler en Friðjón Þórðarsson þýddi textann. Svavar Lárusson söng þetta lag á Flugskip 1952 og var það verulega vinsælt. Karl Billig útsetti þetta lag svo fyrir hinn geysi vinsæla söngkvartett Leikbræður, þar sem Friðjón Þórðarsson var einmitt einn af söngmönnum ásamt 3 öðrum eðalsöngvurum. Og þar má kannski helst nefna Ástald Magnússon sem pappi Þorgils Ástaldssonar, söngvar Ódósmanns. Við syngjum útsetningu Karls af Kapri-ljóði eða Fiskimanns ljóði frá Kapri. Gjöru svo vel. Óperetta er lítill söngleikur. Frans Lehár, pabbi Ómar Frans, var ungverst austrísk tónskáld sem samdi mikið óperettur og einn sá frægari heitir Káta Ekkert. Við ætlum að syngja Kvennamars úr þeirri óperettu, en þar eru félagar að tala saman hvernig ber sé að næla sig í kvenna. Og
þeir hver sína sögu í þeim efnum. Það er tekið fram að þetta er frumflutt 1905 og það er aðeins fyrir MeToo og jafnréttisbaráttu og allt svoleiðis. Og Gullar er búinn að benda okkur á loksunum. En hvernig var sem þýðingu og Óskar syngjum og svona? Gjörðu svo vel. Hvernig konur, okkur leikum grá. Þannig önnur svona, ýmislega skrýtnar frá. Að þær konur, eru tryggar á hvern
ljós kom að það hefði ekki enn verið útsett, tók pósturinn okkar sig til og útsetti live fyrir okkur. Við getum því núna boðið ykkur með í sjóðheita og ástríðufulla ævintýraför út Eyjasund. Kvikmyndaverið United Artists keypti réttinn á vinsælli skáldsögu eftir rithöfundinn Helen Hunt Jackson og réð leikarana Dolores del Rio og Warner Baxter sem Ramónu og Alejandro. En kvikmyndinni Ramónu vantaði meir en bara vinsæla sögu og þekkta stjörnur, henni vantaði þemalag. Ramóna, þemalag samnefndrar kvikmyndar, er samið af Maple Wayne og er fyrsta sönglagið samið af kvikmynd. Þorsteinn Gíslason þýddi þetta gullfallega lag og Vilberg Vigfússon útsetti fyrir Karlakór. Ramóna, gjörðu svo vel. Lu
Fyrsta lagi sem að Jóhann stjórnaði í þessum kór, eða með þennan kór, það var Krummi Krumskarúti, 1992. Og hann ennað með Krumma. En næst ætlum við að syngja lag sem heitir Bátarnir á firðinum, og það eftir Jónas Jónasson, sem þekktur sem þekktur var sem dagskrárgerðarmaður, sem samdi mikið af fallegum lögum. Textir eftir Ragnar Jóhannsson. Lagið kom fyrst út 1968 með Hauki Mortens. En margir hafa síðan sungið þetta inn á plötu. Við flytjum hins vegar kórútgáfu af laginu í útsetningu Jóhanns Mortens. Og
sjómannafólki og það er eftir Jarumi Meivata. Lagið heitir, eða hét á íslensku upprunalega, það var fínt, Bjórtunufólki. Og verður og var... Bjórtunufólki? Já, það hét það. Og heitir Á einhvers stað. En það var heitið vinsælt víða þeim, mest og aðalega spilað á harmoníku. En hingað heim til Íslands var það þekkt og nú fáum við að heyra texta eftir Valdimar H. Hallstad og færir hann sig aðeins frá Bjórtununni en við syngjum sjómannalífið og þekkir við þetta. Gjörðu þið svo vel. Bjórtununni. Sjómann. grillkjötið út í ískápuna, þannig að það sé orðið bara alveg tilbúið til að fara beint á grillið eftir. Þegar við mættum að syngja. Og er ekki örugglega allir búin að fara, sko, hver er staðan í leiknum? Það er Sindri, Fylkir. Það er lög. 2-1 fyrir Fylkir í hálfleik. Jæja. Ok. Það er bara 5-0 fyrir okkur. Svona er að flokka spila í Sindabakki. Jæja.
il